Byrju, segðu mér, hélstu á bjórdós og kemur lögreglumaður og tók bara karatispark? Já, þeir voru tveir. Og hann var bara, greinilega, þetta var erfiður dagur á þessum, sko. En hinn var rólegur. En þess að tók löggan svona hálfgert karatispark í hendina þar hann að bjóða? Já, hann bara sparkaði. Þetta gerði svo fljótt eitthvað að ég bara, þú veist, löggan hefur tekið mig þar, en ég fór ekki í fangelsi, ég slappi það. Svo í Aþenu, þá... Ég lendi einu sinni með því líka í lögregluþjónn í New York létum taka arbeiður og sleppti mig við að fara í fangelsi, sko. Af því ég var fórin í Húsasund og kastaði með vatni á bakvið ruslakám. Ok. Það var sem sagt, heimtaði hann að fá að sjá, við vorum tveir, sko, og heimtaði að fá að sjá skilríki og ég lét hann hafa passportið mitt, vegabréf, og hinn gaurinn lét hann hafa, sko, aukaskírteini og þá sagði hann, nei, þetta ekki skilríki, ég þarf að fá official skilríki og þetta passport, sko, það verður ekkert meira official en það. Ég þarf að fá að sjá New York skilríki, þannig að ég er bara ferðamaður. Það taktu þú arbeiður, sann? Já, akkurat, þeir eru nefnilega svolítið æstir þessi lögreglumenn í New York. Sérstaklega þeir eru að taka karatispark á bjórdósinni þannig. Og líka hjá bróðum minnum sem heitir Beggi og hann er akkurat núna í New York. Og með kærastun sinni. Og hann var ekki búinn að opna sína, sko. Hans dós var líka tekinn, sko. En hann var akkur þetta, það var ekki nóg að sína passan eða þetta og þetta. Svo lenti ég einu sinni útlendingaeftirlitinu. Það því að ég bara blása út, ég var ekki alveg svona. Þú var að drekka svo mikið bjór, drengur. Bjórinn er að fara með mig, sko. Ég veik hérna alveg, fúslega, og ég var þunnur í morgun. Já, ok. Myndin í skilríkjunum var ekki nógu lík þér og þá kom útlendingaeftirlit á þig, eða? Já, það þurfti að bíða alveg og hennar systir, flugfreyja, hún fór líka í útlendingar. Bara því hún var búin að lita á sig hárið ljóst, hún var með svart. Þetta er orðið svo harða reglur í... Og hvað sagði þú bara? I'm just a little bit more fatter than I was. Ég bara gekk með sæti bara og chillaði. Þú veist, ég bara... þeir eru með svona græjur, sko. Þú veist, hann að lesa andlitaðir og... Ég bara... Þú veist, ég slakaði bara á... Já, þú náttúrulega bara vanur ferðamaður og lest þetta ekki á þig fá. Nei, þetta er... Maður náttúrulega lendir í ýmsu þegar maður er að ferðast. Já, manstu þetta einhverju fleiri svona áhrif, eða svona... Já, það var í Aþenu, þá þurfti ég að stroka allt út þar af vídeókamerunni. Út af hverju? Það því að ég var að taka upp það var eitthvað hryðjuverka, eitthvað drasl og hermennir voru það var eitthvað að gerast sem ég veit ekki hvað var að gerast. Og ég tók þetta upp og löggan bara, hermaðurinn kom bara og ég þurfti að stroka þetta út fyrir framan hann og þannig að hann sæi þannig að ég myndi sleppa. Setjum á annað myndband ég er góður. Ég held að það byrjar ekki að tala fyrir svolítið, er ekki rétt að það líður alveg 30 sekúndur hann til að byrja að tala. Nú er ég búinn að taka bara fram að ég er hættur að blóta. Staðinn fyrir að segja helvíti, þá segi ég bara helkveiti í staðinn. Og staðinn fyrir að segja fokk, þá segi ég bara sjokk. Þú veist, sjokk. Og staðinn fyrir að segja drullar í burtu eða eitthvað svoleiðis, þá bara að segja sjúsjú, sjúsjú. Og þannig gerist lífið og tilveran. Maður á að vera svolítið orðgóður, ekki vera þessu helvitis blóti alltaf. Og græðir ekkert á því að blóta. Svolítið mikið rók hérna í þessu. Þú ert líka hjólandi. Ég er að hjóla. Þú tekur stundum upp hjólandi. Hvernig getur þú tekið myndað sjálf þér á hjóla? Það bara svona, þú veist. Ég get hjólað. Þú lendir ég held að það var þetta með það sem þú lendir í því að... Mella skvettir á þig? Já, djöfus. Máttalega... Kussan. Og hvernig kom það til? Af hverju skvetti mella á þig? Ég náttúrulega er svo, þú veist, ég er ógeðslega frakkur ef ég að segja eins og það. Þá bara, einhvern veginn,
að sjá þessar hórur hérna við gluggan í Amsterdam og hérna, þú veist, eru hérna í bara einhverju litlu klæðum og eru að vinka og allt þetta. Ég alveg bara, djöfull, verð ég að taka viti að þessu. Og svo þetta kemur hún hérna og hleypur á eftir mér og rífur kjaft alveg, hvað? Það var ekki sátt að vera að taka vind? Nei, og hellir bara vatn yfir mig og allt svoleiðis með flösku. Og svo sagði einn vinur minn svona að hérna, það pissuðu stundum í flöskunar. Þannig að ég held að það hafi ekki verið. En þú gætir að lent þarna í Hlandarós. Já, það gæti verið. Ég veit það ekki. En ég fór og þreif mig alveg. Þetta er rosalegt. Og ertu með eitthvað ferðalög á dagskránni? Hvað planað? Já. Hvert er að fara næst? Þið verður bara að koma stað því. Já, bara að fylgjast með YouTube-sennum. Nú er bara fólk að fylgjast með, sko, og ég þól ekki veturinn hérna á Íslandi. Ég get alveg sagt það. En hvernig ferðu þið að fjármagna þessi ferðar? Það er bara hringja pappa. Pabbi. Nei. Það er djúpir vasarnir þar? Það er ekkert svo einfalt. Nei. Hörru, heyrum eitt myndbandi út fyrir lokin. Þetta er stórskemmtilegt. Þetta er að Miami. Við erum út á Miami hana. Heyrum það. Svona er sundlaugarurinn okkar. Sko upp á þakki, sko. Og Versa separata við hliðina og það er eitthvað veisla sem er að fara að byrja. Og svona. Þannig að maður bara er hér og slakar á og hefur það gott. Þetta er bara... Þetta er svona myndband úr eldri kantinu. En í raun og veru þá er Miami eiginlega besti staðurinn, sko. Af hverju? Það er bara rosalega gaman að djammar og það er bara einhvern veginn þegar maður er komið þangað. þá er eins og maður sé bara komin heim bara. Það er svoleiðis? Já, maður er alveg bara, það er South Beach og hvað heitir þetta, Ocean Drive og allt þetta veitingastæðnir og